Dauðinn Dumsafi, bók sem kom út líka fyrir jólin. Þetta rosalega saga sem rakin í þessari bók. Það Já, og eiginlega rakin almennilega í fyrsta skipti fyrir okkar kynslóð. Okkar kynslóð og okkar part. Íslendingar þekkja bara ekki þessa sögu. Þetta eru skipalistirnar stóru sem fóru til Norður-Rússlands með vopn og vistir í stríðinu þegar var verið að reyna að koma hergögnum til Rússa svo þau getur barist við Þjóðverja. Og þessar lestir fóru fram hjá Íslandi, stoppuðu í Hvalfirði og Ísland var náttúrulega óhemju mikilvægt þarna. Stoppuðu í Hvalfirði, stoppuðu í Seyðisfirði. Þegar þær koma síðan tilbaka þá koma þær að norðanlandinu, sjúkrahúsin á Akureyri og sjúkrahúsin í Reykjavík, hersjúkrahúsin, þau taka við leyfunum af þeim sem hafa lent í annarkvort verið skotnir niður eða rakist af öðrum ástæðum í lönd og hefur verið bjargað. Rosaleg saga. Já. Það eiginlega ekki hægt að segja neitt annað. Þetta Alistair MacLean, skipans hátegnar Ódysseifur, hann var í einn af þessu lestum, Alistair MacLean. Þeir sem hafa skrifað þetta, þeir hafa skrifað mónografa einstök skip, ákveðna þætti í þessari sögu, en það sem að gerist og merkilegt fyrir okkur það að þarna safnar hann og hefur greinilega verið að vinna við það í áratugi. Magnús Þór Hafsteinsson hefur gert þetta. Hann hefur verið að safna þessu saman og færir okkur þessa sögu og það mjög lofsvert. Já, mér finnst hann eiga skilið alveg gríðarlega mikið hrós fyrir þetta og þetta hreinlega mögnuð saga og lesturinn tekur á mann. Þarna verið að lýsa örlögum manna. Það versta var ekki að drukkna. Það versta var að komast í björgunarbátinn og rekjast í sjónum í sólarhringa, matarlaus. Einhverjir komið svo í land og voru að veslast upp þar. Og þetta eru gríðarlega magnaðar örlagasögur. Og þær snerta mann reynilega mjög djúpt og ég verð að segja svo ég vissi bara ekkert um þetta. Þannig að hann að færa okkur nýja fróðleik og vitneskju sem tengist okkur og bara, ég var mjög hrifin af því sem hann hefur gert með þessu. Mér finnst þessi bók kom mér á óvart og hún mjög merkileg og skilur að fá athygli. Það náttúrulega út af fyrir sig að því að eina ástæðan fyrir því að þetta hefur legið svona mikið í þagnargildi það að þetta voru náttúrulega það var bannað að tala þetta en þegar að 50 stór skip, þunghlaðin skip sigla út úr Hvalfirði, út úr Faxaflóa. Þetta var náttúrulega leyndarmál. Já, algjört. Í stríðinu. Algjört leyndarmál. Já. Og enda voru ekki Þjóðverjar á eftir þessu með sínum kafbátum. En Magnús náttúrulega tengist þessari sögum, hann alinn upp í Hvalfirði og alinn upp í frásagnir af þessu frá fjölskyldu sinni. Já, svo hann eiginlega í bókinni þá hann svona veltaði fyrir sig hvort hann eigi að skrifa framhald. Og ég held að sé alveg ljóst hann eigi að gera það. Af því að þessu bókinni líkur 1943 og það eins og hann segir, það hægt að skrifa framhaldsbók. Og mér finnst bara að hvetja hann til þess. En þessi skip þau eru að fara þá frá Bandaríkjunum og hérna norður höfin og svo eru þau að fara fram hjá Íslandi og svo heimskautaeyjarnar í norðri og til Rússlands, til Múrmansk. Já, og hættusvæðið náttúrulega fyrst og fremst Norður-Noregur, þannig að þar flugsveitirnar í Norður-Noregi þær hafa kost á því að gera loftarósir á þessi skip þar sem þau eru það. Það ekki nema mjög lítið hluti af kafbátaflota Þjóðverja sem fær í rauninni að vera þannig norður frá, þannig að þeir áttu fyrst og fremst að taka náttúrulega á móti umferðinni milli Bretlands og Bandaríkjanna og stöðva flutningana þar á milli. En þetta eru eitthvað í kringum 20 skipalistir sem að þurfa að fara austur og koma aftur tilbaka og í hverri lest eru 10 skipa. Og það var náttúrulega í tengslu við þetta að Churchill sjálfur kemur til Íslands í stríðinu og myndir af Churchill í Hvalfirði, maður einhvern veginn að hann skildi hafa þvælst allavega hérna uppi til þessi. Já, mynda frá honum í Reykjavík líka. Og svo í Reykjavík. Já.